allt þú geymir, Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland landið sem ungan þig dreymir. Nei, ég veit ekki hverjir að standa baki, en ég nokkuð viss það að eftir mínum upplýsingum að það eru aðilar sem eru traustir. Ísland í sumarsins algræna skrúði. Ég sé ekki þó að við fórnum einum dal upp á 130–150 hektara að það eigi að vera svona agalegt eins og menn að gefa í skyn. En í einum dal á Vestfjörðum, í allri víðáttu Vestfjarða, þar mun það ekki skipta miklu máli neikvætt og áreiðanlega margir eftir að gera sér ferð í skammdeginu til að sjá ljósadýrðina í slíkri stöð þegar hún risin. Sem arfinn þinn geymir, íslensk tunga þín, skýr eins og gull. Íslensk sú lind. Og ég hef nú sagt að ég er nú alveg viss það að ef að Jón Sigurðsson forseti stæði á hlaðinu á Hrafnseyri og sæi að það væri eitthvað að gerast. Hann var framfarasinnaður einstaklingur sem að allir vita. Hann myndi gleðjast yfir því að það væri einhver hreyfing á. Íslenski sendiherrann, hann bauð mér heim í kaffi og með skilaboð frá sínum stjórnvöldum að þeir styddu þetta mál og til að fullvissa mig það að þarna væri ekkert óhreint í pókahorninu. Og það var nú til að undirstrika það að það væri svona, þetta væri traustir aðilar. Ég er ekki hræddur við það að þessa rússa grílu sem er verið að hamra á